Velkomin aftur, sumarið 2019 ætlaði ég nú að segja. Ég í veiga á kajak rangsælis í kringum Ísland, eða á móti straumnum. Og var þar með fyrsta konan til þess að róa hringinn og fyrsta manneskjan til þess að róa hann rangsælis. Sem bara einhver hugmynd sem ég skil ekki að fólk fær, en geggjuð hugmynd. Veiga ætlar einmitt að tala hérna við okkur, hvernig það að róa á móti straumnum og fylgja ávallt hjartanu. Við skulum koma okkur í beint samband vestur og firði þar sem að Veiga yfir til þín. Takk fyrir. Já, Daniel hafði samband við mig fyrir 2 vikum síðan cirka, baði mig að tala í kvöld og ég búinn að vera að pæla mikið í hvað ég að tala og það sem mig langar mest að tala varðandi hringferðina mína og mína lífsreynslu eða það að þegar ég byrjaði mitt ferli þá var ég mjög þunglynd og hélt að allir myndu dæma mig og útskúfa mig og ég reyndi tvisvar að svipta mig lífi og ein ástæðan fyrir því var meðal annars að ég held að börnin mín yrðu fyrir aðkasti út af mér að því ég væri trans. En lífið búin að kenna mér svolítið margt á leiðinni og mestu fordóma sem ég hef upplifað í mínu ferli voru mín eigin fordómar. Það er að segja að ég var með fordóma, ég var búin að gera öllum öðrum upp fordóma í minn garð. Ég held að allir myndu útskúfa mig. Og þegar ég tók þessa ákvörðun 2018 að róa hringinn í kringum Ísland, þá langaði mig að sýna þjóðina að transfólk bara venjulegt fólk. Ég oft fengið það kommenta að það engin venjuleg manneskja sem að læti sér detta í hug að róa hringinn í kringum landið, en hvað með það, en ég gerði það allavega. Og það sem stendur upp úr ferðinni hjá mér eru móttökurnar sem ég fekk út allt land. Það var sama hvar ég kom, mér var boðin gisting á hostelum, hótelum, 4 hótelum, þá voru 50 manns á Siglufirði sem biðu mín í fjöruborðinu. Bændur tóku á móti mér, buðu mig gistingu, vöknuðu snemma á morgnana til þess að elda morgunmat handa mér. Og ég var bara tekið alls staðar vel. Það skipti engu máli að ég var í trans eða samkynhneigð kona. Það breytti engu máli. Þarna var bara manneskja sem var að róa kringum landið og var að gera flotta hluti. Það sem mér finnst vanta meira í samfélagi og umræðina transfólk jákvæðni. Það mikið talað að það sé erfitt að vera trans og allt það. Það erfitt fyrir transfólk að fara í sund, að fara með vinnu og hitt og þetta. Það sem mér fannst vanta eru fleiri jákvæða sögur. Núna til dæmis þegar ég í hringinn, ég fór í allar sundlaugar allt land. Ég var að tala um bændur, sjómenn. Ég hef aldrei á þessum 4 árum sem ég hef farið í sundinu í Íslandi lent í vandræðum að fara í sund sem transmanneskja. Þó að ég sem mína dimmu rödd, það skiptir engu máli. Meira að segja, ég nota mínu dimmu rödd á túristana. Þegar túristarnir ekki að fara í sturtu án sundfata, þá kem ég, hey, þú þarna, þú ert að vera í sturtu. Þá litið á mig, en ég hef aldrei orðið fyrir aðkasti. Þannig að mér finnst vanta fleiri svona sögur. Það fullt af transfólki sem að lifa sínu eðlilega lífi, í sinni vinnu, að gera alls konar hluti. Ég og vinkonu sem farið allan heim að keppa í frisbeegolfi. Önnur sem að gæta, með veftímarit. Þannig að það vantar meira þetta finnst mér, þessi jákvæðu sögur. Og það annað sem ég langar að tala líka, það sem við, fólk að tala að detname og tala í röngu kyni. Ég verið fyrir því hverjum einasta degi að það tala við mig í röngu kyni. Mér heilsað sæll og blessaður. Og mér finnst að vera svolítið mér komið hvernig ég tek því. Ég heyri mikla neikvæðni, fólk að kvarta yfir þessu. Það sem virkar fyrir mig, þegar karlmaður segir sæll og blessaður við mig, þá heilsa ég honum sem konu, sæll og blessuð. Og í 99% tilfella þá hlær fólk og leiðréttir sig. Ég hef alltaf gert þetta, ég ránkynjar fólk eða það ránkynjar mig. Þetta ekki illa meint. Þetta bara svona óvart, klaufaskapur, þannig að þetta hefur reynst mér langbest. Ég var búinn að búa til langa lista sem ég ætla að tala ég man ekkert hvað það var.
Hvað ætla að tala um meira? Ég alveg frosinn núna. Ég svolítið þreytt, ég búinn að vera út á sjó í allan dag. Ég með kajaknámskeið hérna í Djúpi og alveg búinn að því, en já, jákvæðinni, það þarf svona upphefja svona jákvæða sögur og þú veist, já, ég fyrst og fremst kajakræðari, kona, ég móðir, ég líka faðir, sonur minn kallar mig pappa, dóttir minn kallar mig mömmu. Þú veist, að vera trans númer 10 á listanum hjá mér, 10-11, það ekki stanna langt aftur, já. Þannig að við erum svo miklu meira heldur en bara að vera trans, hinsegin. Við erum bara venjulega manneskjur. Og það sem ég hef alltaf sagt á mínum fyrirlestrum að þú veist, við erum bara öll manneskjur, sama hvað við erum með milli lappana og sama hvernig við notum það. Er það ekki bara svoleiðis? Þú veist, ég skilgreini mig ekki sem samkynhneigða transkonu, ég kajakræðari nr. 1, 2 og 3. Og þú veist, ætla að halda fram að gera alls konar hluti. Til dæmis ég núna að undirbúa Noregsferð, ég ætla að róa strandleiki Noregs í sumar, svo það tekið Svíþjóð og Finnland í framhaldi. Ég komin í samband við kvikmyndagerðarmann og það verður gerð 4 heimildaþættir þetta ferðalag. Það írsk stelpa, samkynhneigð líka, sem ætla að róa þetta með mér og við ætlum að fókusera á náttúruna, umhverfið, kajakferðalagið og plastmengun sem í hafinu. Því það var eitt sem setti strik á að þú veist, mína ferð kringum Ísland, hvað Ísland pakkað í rusli. Þannig já, fullt af jákvæðum skemmtilegu hlutum að gerast. Hvað búinn að tala lengi? Ekki búinn með korterið? Nei. Jú, þú bara, það búið að vera virkilega gaman að heyra frá þér. Hér allan að fólk búið að hlæja, þannig að þú búinn að smita jákvæðinu út, þannig að ég held að það sé takmarkið, sko. Eitt sem ég langar að segja líka, það sambandi við, þú veist, það sem að virka vel fyrir mig, það fyrirgefning. Það að fyrirgefa, ég hef hitt menn á Ísafirði, gamla kalla sem að bara, hvað ætlar að skera undan þér? Þú veist, þetta kalla sem að vissi ekki hvað þetta var að vera trans, þeir vita það núna, þetta mínir bestu vinir í dag. Það sem hjálpa mér fyrirgefning. Og á margan hátt, þegar fólk að rankynja mann, þá þetta vani. Þetta ekki illa meint. Þú veist, mamma ennþá eftir 5 ár að ruglast. Það bara þegar hún Ólöf strákið þetta mörg ár. Og við erum rosalega vani og mér langar bara að segja eina mjög skemmtilega sögu af vana. Það var einhverjum x mörgum mánuðum eftir aðgerð hjá mér, eftir stóru kynleiðréttingar aðgerðina, þá var ég að gera við bílinn minn og var eitthvað utan um og hugsa mikið hvað ég var að gera. Ég hljóp á klóstið, lyfti upp setunni og greipi tómt. Þú veist, ég gleymdi mig sjálf eitt augnablik af því þetta var vani. Þú veist, ég hló og hló. Nei, það hin áttin, það snúa mig við. Þú veist, þetta hjálpar mér rosalega mikið að geta gert grín að þessu. Og hlæja þessu. Ég á alveg fullt af svona sögum. Dóttir mín var 3 ára þegar ég fór með henni í sund í fyrsta skipti. Það var tæmir á vatninu á sturtunum. Og þegar vatnið stoppar í henni, það nota bene, það var bifrið sturtunar. Vatnið stoppar í henni, þá gargar hún, pabbi, pabbi! Þú veist, ég var aldrei lent í vandræðum. Bara takk kærlega fyrir þetta erindi, Veiga. Þú náðir allan að smita út jákvæðni og gleði til okkar hér og allra sem voru að horfa og það alveg rétt, jákvæðni, hún fer langt með mann og gleðin, það alveg svoleiðis. Já. Bara bestu kveðjur vestur á fyrir og takk fyrir. Takk fyrir. Þökkum Veigu fyrir þetta en nú fer bara að líða að lokum. Og skemmtilegu dagur og ég allavega búin að skemmta mér mjög vel. Já, ég líka, algjörlega. Og sérðu, ég ennþá í peysunni. Ég fæst ekki úr henni. Þú ert farin úr bollunum þínum? Ég fór úr bollunum. Ég þurfti að skipta föt, sko. Okay. Smá svona Eurovision, sko. Já, ég skil. Ég ekki alveg nógu grand. Ég ekki alveg nógu glamorous eins og þú ert. Ekki alveg. En var ég eitthvað búinn að koma inn á það að þessi varningu fer í sölu, forsölu á mánudaginn
á heimasíðu samtakana og ég hveti til þess að kaupa þetta. Og er ég búinn eitthvað að minnast á það líka að þú getur gert regnbogavinur inn á samtakasíðunni. Við þurfum á því að halda. Við viljum að allir styrki samtökin og greiði félagsgjöld líka. Ekki eins og ég sagði, ég gleymdi því og svo tók ég eftir því áðan þegar ég opnaði heimabanka-appið og skammaðist mín ofan í sko raskat að ég hefði gleymt að greiða þetta. En er búin að ganga frá því. Já, og svo er náttúrulega aðalfundurinn á morgun sem að þið þurfum að muna eftir að skrá ykkur sérstaklega á. Þannig að endilega farið inn á samtakasíðuna og þar finnið allt þetta sem við erum búin að tönglast hérna á í allan dag. Og þú ætlar í góðu geimi á aðalfundinum á morgun. Ég verð að fundarstýrast þar, þannig að ef þið viljið sjá meira mér þá getið þið komið þangað, en ekki láta það samt. Ég var ekki ráðan á það. Nei, en það, þú veist, eitthvað stýra aðalfundið, það er svolítið svona alvarlegt eða ekki? Það er aðeins alvarlegra en í dag, sko, en samt sem það verður þetta mjög gaman, ég lofa. Farið þið hamar? Ég er rétt vona það, sko. Ég býst við því sterklega. En þá er það síðasta gesturinn bara? Já, það er bara engin annar en Páll Óskar sem kemur hérna og lokar þessum degi með okkur í dag. Það er engin betri í því en Páll Óskar að klára þetta og keyra okkur inn í laugardagskvöldið sem er framöndan. Tiltölulega COVID-frítt land, er það ekki? Eða bara nánast? Nánast, jú. Og að gera að tjúta með sóttvarnir á hreinu í kvöld og dansa. Algjörlega. Bjóðum Palla velkominn. Takk fyrir. Ég var að fylgjast með þessari útsendingu síðan hún hófst klukkan 1 og ég tók eftir því hvað allir voru svakalega casual í allan dag. Þannig að ég tók bara ákvörðun að mæta hérna á svæðið overdressed. Okay. Til að mynda nauðsynlegt mótvægi hérna við allt þetta casualitet og mér datt líka í huga að taka 2 lög, 1 gamalt og 1 nýtt. Nýja lagið er bara nýja lagið. Birnir sem syngur þetta lag með mér er reyndar fjarri góð gamli núna, þannig að ég mun bara ratta eða syngja yfir hann. Og svo tökum við bara saman þjóðsönginn. Ég held að það séu hvað? 40 manns, 50 manns að fylgjast með. Eitthvað af þessu fólki hlýtur að geta sungið með, ok? Og björgum okkur bara út úr þessu. Ef að gá, hvernig Birnislagið hljómar? Stóra spurningar heilinn minn spyr. Hjarta mitt er ekki með svar. Ég slekk á símanum mínum, bara svo að þú vitir það. Stóra spurningar komdu yfir. Ekkert er eins og það var. Ég væri til í að elska þig, en þú veist þetta er ekki það. En þú veist að ég finn þig, hvernig hugsar mig. Endalausir leikir, spila bara með mig. Þú veist að ég vil þig, get ekki hægt að hugsa þig. Og með þig fastan inn í hausnum, hvernig losna ég þá við þig. Stóra spurningar sjálfa mig spyr. Hjarta gefur mér ekkert svar. Ég slekk á símanum mínum, bara svo að þú vitir það. Stóra spurningar segja á mig. Ekkert er eins og það var. Ég væri til í að elska þig, en þú veist þetta er ekki það. En þú veist að ég finn þig, hvernig hugsar mig. Endalausir leikir, spila bara með mig. Þú veist að ég vil þig, get ekki hægt að hugsa þig. Og með þig fastan inn í hausnum, hvernig losna ég þá við þig. Stóra spurningar heilinn minn spyr. Hjarta mitt er ekki með svar. Ég slekk á símanum mínum, bara svo að þú vitir það. En þú veist að ég spyr þig, hvernig hugsar mig. Endalausir leikir, spila bara með mig.
Þú veist að ég vil þig, hvernig hugsar mig, endalausir leikir, spila bara með mig. Þú veist að ég vil þig, get ekki hægt að hugsa þig, og með þig fastan inn í hausnum, hvernig losna ég þá við þig? Stóra spurningar sjálfa mig spyr, hjartað gefur mér ekkert svar. Ég slekk á símanum mínum, bara svo að þú veitir það. Stóra spurningar sjálfa mig spyr, ekkert eins og það var. Ég væri til í að elska þig, en þú veist þetta ekki það. Enginn klappar. Ég eins og ég hvernig á ég að vera eitthvað annað? Hvað verður mig? En það sem ég er bölvað og bannað. Þá lífið að fela mig og vera feiminn, mitt líf að það til þess að ég kom í heiminn. Hvort finnst mér það líf að fá ekki að segja, ég er eins og ég er. Okay guys, gerum á það. Yes. Pride í kjötheimum takk. Ég er eins og ég er, ég vil ekki trós, ég vil enga vorkunn. Mér líkar mitt lag, jafnvel þótt öðrum þykir það storkun. En þeir það, þetta lagið mitt á lífsins borði. Hvernig væri að sjá það frá því sjónarhorni? Fútt felum hans líf, fyrr en hann hrópar. Ég er eins og ég er. Come on, come on, come on, come on. Ég er eins og ég er, og hvernig ég er alveg á hreinu. Ég er eins og ég er, og biðst ekki afsökunar á neinu. Þetta eitt líf, þetta eina lífið sem við eigum. Eitt líf og það verður ekkert líf í leinum. Ljúft verður það líf að láta það flakka. Ég er eins og ég er. Ég er eins og ég er. Hvað margir á Zoominu? Hvað margir sem geta staðið upp fyrir framan tölvuna heima hjá sér og gefið mér ef að gá. Yes. Aha. Yes. Þið getið það víst. Ég er eins og ég er, hvernig á ég verið eitthvað annað? Hvað verður mig það sem ég er bannað og bannað? Þá lífið að fela mig og vera feiminn, mitt líf að það til þess sem ég kom í heiminn. Fúlt finnst mér það líf að fá ekki að segja, ég er eins og ég er. Yeah. Takk fyrir okkur, elskundar. Takk fyrir okkur í þetta dag. Takkum þeim sem hlýddu. Yes.